borðið sest hjá mér Kristín Davíðsdóttir hjúkrunarfræðingur og verkefnastýra skaðaminnkunar á Landspítalanum. Fyrrverandi verkefnastjóri skaðaminnkunar hjá Rauða krossinum. Stemmir. Já, velkomin. Takk. Heyrðu, þið eru á Landspítalanum, þið eru ekki svona hjúkrunarmóttöku fyrir einstaklinga sem að nota vímuefni í æð og segðu mér aðeins, þetta er svolítið... Forsögan að þessu í raun og veru svo að þetta þjónusta sem við veitum á göngudeild smitsjúkdóma. Já. Og þetta byrjaði í raun og veru með því þegar HIV-smitaðir einstaklingar sem nota vímuefni í æð fóru að koma þangað og fá lyfin sín afhent svona misoft eftir bara hvað hentaði hverjum og einum. Síðan vatt það í raun og veru aðeins upp á sig, þá fórum við að sinna meira svona öðrum tilfallandi vanda hjá þeim eins og til dæmis húðsýkingum og þess áttar. Það er langt síðan? Það er mörg ár síðan þetta byrjaði. Ég er að hugsa það líka, þetta sé ekki, ég bara man það 10 ára eitthvað svo leiðis. Þetta hefur svona, og þarna fastur hópur sem kemur reglulega. Við erum með einstaklingar sem koma annarkvita, við erum með einstaklingar sem koma vikulega, mánaðarlega og svo framvegis. Síðan hefur þetta þróast bara undanfarin ár þannig að við höfum farið að sinna stærri hópi, þar að segja einstaklingum sem nota vímuefni í æð og einhverju hluta vegna eru eiga erfitt með að nýta sér hefðbundna heilbrigðisþjónustu. En að því sögðu þá takmarkast þjónustan náttúrulega algjörlega við það að þetta sé annarkvort tilkynningaskyldir smitsjúkdómar eða sýkingar sem hægt að meðhöndla á göngudeild. Þetta, svona þín aðkoma að þessu, þetta svolítið svona áhugaverð saga hvernig þú hefur farið hálfgerðan hring eiginlega þannig, eða ekki? Jú, það byrjar þannig fyrir COVID, þá vorum við komin í samstarf, þá ég starfandi á legudeild smitsjúkdóma og við unnum saman þá legudeildin, göngudeildin og síðan þeirra aðilar sem að starfa í feltinu eða á vettvangi sem eru þá vettvangs- og ráðgjafatími Reykjavíkurborgar, úrræðin, ýmis íbúðarúrræði á vegum borgarinnar og svo frú Ragnheiður. Og við reyndum að koma á þessu verklagi að einstaklingar gætu leita beint inn á göngudeild og ef þeir þyrftu að leggjast inn að þá gætu þeir farið beint upp á legudeild án viðkomi á bráðamóttöku í raun og veru. Og þetta var mikill velvilji fyrir þessu samstarfi en síðan kemur COVID og svona skemmir öll okkar plön í raun og veru bara eins og allra þetta. Og eftir þannig lokin á COVID tók ekki COVID bara svolítið yfir smitsjúkdómadeildina? Það tók bara yfir allt og á þeim tíma ég aðstoðdeildarstjóra á þeirri deild og ég fekk bara svolítið svona nóg. Þannig að ég fer þarna sumarið 2021 og tek þá við frú Ragnheiði og verði verkefnastýra þar. Og það sama síðan þar veturinn að þá opnum við neyslurýmið Ylju sem náttúrulega mikil viðbót. Og hálfu ári eftir það sirka þá fer ég aftur á spítalan og kem þá inn í 50% starf á smitsjúkdómadeildinni og 50% sem verkefnastýra skaðaminnkunar á Landspítala sem þýðir þá í raun og veru að við erum að bara innleiða formlega þessa skaðaminnkandi nálgun á vefrænum deildum eða svoleiðis hvítaspítalanum því geðið náttúrulega lítur svolítið öðrum lögmálum eðlumálsins samkvæmt. Já, þannig að þegar þú kallar hvítu deildina hvítaspítalan, það sem ekki geðið. Já, og það svolítið skipt þarna. Það það, og þá hugmyndafræði náttúrulega svo að fólk geti leitað þjónustu og fengi meðferð án þess að það sé gerð þessi skilyrðislausa krafa edrúmennsku. Ef þú ert að leggjast inn út á sýkingu að þá erum við hér að meðhöndla sýkinguna það hvort þú kýst að nota vímuefni áfram eða ekki, það bara ekki okkar að ákveða það. Og það svolítið það sem að heilbrigðisstarfsfólk á erfitt með að bara framkvæma að því forræðishyggjan svo sterk en maður sér samt mun núna með svona nýjum kynnslóðum en í kynnslóð yngra fólki. Já, þannig að ef þú ert að leggjast inn á spítala til dæmis þar sem að þú þarf bara að leggjast inn á deild út frá því að hafa lent í bílsleysi eða eitthvað svoleiðis, þá bara ekki gert ráð fyrir því að þú
haldir áfram á þínum efnum eða hvað? Nei, og það náttúrulega hvergi gert ráð fyrir því sem stór hluti ástæðu þess að einstaklingar þau vilja ekki fara á spítala. Nei, og það situr svo í fólki sko, þau lendir í því að fá svona neikvætt viðmót þegar neita þjónustu, það alltaf verið að efast og sért að segja satt, skilurðu, að við erum með einstaklingar sem bara hafa lent í ykkur fyrir 10 árum og þau harði neita að fara inn á spítala. Já, einmitt. Sem náttúrulega mjög dapurlegt að þetta kerfi sem á að vera fyrir alla og þetta eru vissulega einstaklingar sem þurfa meira á þjónustuna að halda heldur en kannski hinn almenni borgari. Einmitt. Ég var einmitt að velta því fyrir mér að því ég var að einmitt lesa skýrslu eða rannsókn á konukoti sko, þar sem að talaði einmitt að konur eru eða bara, að fólk oft með fíklar með ákveðna fordóma gagnvart spítalanum sko. Já. Af því að það upplifir að þau verði sjálf einhvern veginn jaðarsett þar inni. Og ég minna, maður veit bara þegar, einstaklingur leggst inn á spítalan, þetta er mikið valdaójafnvægi. Bara, heilbrigðisstarfsfólk koma 10 manns á einhvern stofugang og hvað þá sko þegar einstaklingur tilheyri þessum hópi að það er bara oft mjög erfitt. En án því sögðu að þá er mikill velvilji mjög víða innan spítalans og það er margt að breytast en það tekur auðvitað tíma. En þið eru þarna í þessu verkefni í raun og þessari deild, þá eru þið mjög meðvituð vantarlega þetta og eru náttúrulega sérstaklega bara að leggja ykkur fram að leita eða að veita þessum hóp góða þjónustu. Algjörlega og kannski bara líka að þetta er svolítið, hugmyndin er þannig að við reynum að setja þjónustun upp þannig að það eru ekki eins miklir eða margir þröskuldar eins og kannski þegar þú ert að leita á heilsugæsluna eða ert að leita á göngudeild þar sem þú þarft að mæta 9:20 til að þau... Já, þannig að það er meiri sveigjanleiki kannski. Já, og þá höfum við líka verið að taka kannski einstaklingar sem að þurfa að koma regli í sáraskipti eða eitthvað svona að það er allt í lagi, þú mæti bara í dag eða morgun eða hinn og skilurðu, það breytir ekki öllu en þetta gerir það verkum að það eru einstaklingar sem ná að halda allavega betur utan sinn vanda en ella en síðan er það sem við höfum verið að pröfa núna síðan fyrir jól það er svona það er náttúrulega óformlegt en þá samstarf við Frú Ragnheiði þar sem við reynum að nýta svona það besta af báðum stofnunum ef maður getur sagt sem svo því Frú Ragnheiði hefur með náttúrulega svo gott aðgengi að hópnum og að hafa eitthvað útsendara spítalans eða svo leiðis sem að það eigur hvað maður segja það eigur aðgengi þeirra að þjónustunni. Já, að spítalanum. Já, að það sé einhver sem þau treysta og þekka sýnilegur og þú getur hneyft í hann. Já. Skilur, þú þarft ekki að fara yfir alla þessa þröskulda, bara að panta tíma með rafrænum skilríkjum, hvernig gerur það þegar þú átt ekki síma? Já. Skilur, við byrjum þar og svo kemur að mæta og það er langt í burtu og þú ert með 10 önnur aðkallandi vandamál þegar þú ert heimilislaus. Þannig að það er svona hugmyndafræðin á bakvið þetta og það hefur gengið bara eiginlega vonum framar þannig að ég er að vonast til og við getum byggt upp. Það sem að þið gerir þarna á deildinni, þið eru að kanna með smitsjúkdóma, þið eru að veita þanniglega bara svona heilsufarsþjónustu. Hvernig hafið þið einhverju svona, ég sá einmitt líka ég sá einmitt í viðtali að fólk jafnvel fær að stinga sig sjálft ef að þeir eru í rauninni veiti fólki það frelsi að treysti því fyrir og þar kemur aftur þetta forræðisækjana svo rík í bara okkur heilbrigðisstarfsfólki, við vitum best við vitum alltaf best en það er kannski, og það er eina stóra áskorunum, að setja sjálfan sig og bara eigið viðhorf og gildismat til hliðar og þú ert búin að nota vímuefni í æð í 20 ár af hverju ætti ég að þykjast vera betri en þú ég finn út úr því hvað er gott að stinga eða skilurðu og ég held að það sé líka lykillinn alltaf bara að sína ákveða æðruleysi þú er sérfræðingur, má ég og viltu leiðbeina mér því það er það sem náttúrulega þau eru ekki vön
En að því sögðu þá er ekkert algengt að fólk sé að stinga sér sjálft. Nei, en bara svona þessu, mér fannst þetta svona hressandi að sjá þetta. En það er saman og við höfum gert á vettvangi sko, því við bjóðum upp á skimanir fyrir HVF og lifrarbólgu og erum þá að taka bara blóðprufur úr fólki og það er alltaf inn á milli einstaklingar sem vilja freka taka sjálfur. Já, og en hvernig gengur svona með, þú veist, að til dæmis ef að fólk greinist með lifrarbólgu C eða HVF eða eitthvað svolítið, hvernig gengur það síðan að vinna þá með framhaldið? Það hefur gengið ótrúlega vel. Varðandi HVF að þá hefur í raun og veru ekki, sko, það hefur ekki orðin ný smitt núna alveg síðan 2016 í þessum hópi. Sem held ég að sé meðal annars bara vegna þess að það er mjög gott aðgengi að nálaskipta þjónustu. Það er náttúrulega bæði frú Ragnheiður öll gistiskýli borgarinnar sem bjóð upp á það. Það er mjög gott utanumhald utanum þá sem eru smitaðir inn á göngudeild smittsjúkdóma. Þau hafa eru í mjög góðu sambandi við hjúkrunarfræðingana þar. Varðandi lifrarbólguna að þá er það náttúrulega stærri hópur og það er skemmri meðferð, það er ekki nema 12 vikur. Almennt hefur það gengið vel en það fyrir nokkrum árum þá var farið af staði þetta lifrarbólguverkefni sem var nú frægt og þá komu ótrúlega miklu peningar og það voru alls konar hvatar í boði og fólk var mjög duglega að mæta en svo þegar peningarnir voru búnir og verkefni búið að þá svona fór aðeins að halla undan fæti og við erum að sjá töluverða aukningu í endursmittum núna. Sem við erum þá að reyna að sinna á vettvangi og það við gengið mjög vel sko, fólk er almennt vill að því þeim er umhugað heilsuna og fólk vill vita sko hvort það er allt í lagi og þjónustan sem við höfum þá boðið upp á er að hitta fólk vikulega með lyfin og það hefur bara reynst ótrúlega vel og sérstaklega sko segja þau sem eru ekki með heimili að ef þau fá mánaðaskamt í hendurnar þú veist, þá er mjög líklegt að þau týni því en ef við komum vikulega þá er það áminning. Það var næsta spurning ég ætlaði að spyrja þau sko, er ekki munur á fólki bara ef það er með fast heimili eða er að glíma við heimilisleysi bara hvernig það næri að halda utanum sín mál? Jú, það er það, algjörlega og ég meina það er bara grundvallar forsenda þess að geta verið með einhvern stöðuleika, það er að hafa heimili. Hafa einhvern fastan punkt. Það er það. Þannig að það sé sér sjálf. En svo erum við líka bara með einstaklingar sem eru með ýmsar áskoranir sem eru af einhverjum ástæðum svona svolítið fastir í þessum vítaring og ná ekki að halda utanum allt. Þannig að þeim hefur þótt þetta gott líka sko og þau hafa nefnt það. En við hittum þau eins oft og þau óska eftir í raun og veru. En ég meina, það eru einstaklingar sem að við þurfum bara að finna alltaf einu sinni í viku, við tökum rúndin okkar og það er alveg ótrúlegt hvernig sumir eru bara komnir alveg á síðasta þriðjung af meðferðarinnar. Þannig að þetta er maður þarf svolítið bara að vera tengdur og sýnilegur. Það þurfa alveg að fylgja í rauninni eftir málu með því að vera úti á vaktinni líka. Já, og svo svo náttúrulega kemur alltaf fleira og fleira eftir því sem að maður eyðir meiri tíma er að vera á vettvangi og það eru líka svo einstaklingar því þau eiga með að liggja lenginu og spítala það sem eru strangareglur og svona að þá eru þau að útskrifa sér sjálf og svona og þetta við líka boðið upp á möguleikanum því að fylgja fólki svolítið eftir á vettvangi sko að það fari ekki alveg bara búm eða svo leið sko. Já, að það kannski þau eyðileggi ekki fyrir sér kannski einhvern árangur sem nást hefur. Já, og svo er það síðast en ekki síst þessi bara tenging inn á þessa lágþröskuldamóttöku eins og við köllum hana að það er ótrúlega stór sigur því að það er sko sem ég sá eins og þegar ég byrjaði frá Ragnheiði að það er svo mikill fjöldi einstaklinga sem að getur ekki hugsað sér að leita inn en ef maður fer með þeim kynni þau fyrir starfsfólkinu skilur þessu fyrir maður aftur og allt í einu eru þau farin að mæta sjálf bara byggja upp traust því þannig fólk getur hringt að undar sér og sagt en held sér að fá sýkingum og ég koma eða þau geta bara mætt og það er alltaf tekið vel á mótið þeim og þú veist og þeim finnst það geggjað og það er geggjað, þetta er bara frábær þjónusta en það er alltaf bara synd að það sé ekki sko kannski fleiri aðilar sem bjóðu upp á þessa þjónustu að því það er svo takmarkað sem við getum synd þarna. Eru þið hvað eru margir að leita til ykkar? Hvað er þetta stór hópur?
Þetta eitthvað stærra milli 50 og 100 einstaklingar sem að við höfum verið að þjónusta. Við erum í raun og veru, höfum svona skiptið svo svolítið í 2 hópa, þeir sem eru að koma eingöngu inn og svo þeir sem við erum að hitta á vettvangi. En það einhver skörun þar, þannig að ég myndi segja, já, svona milli 50 og 100. Oft þetta svoleiðis að fólk tekur það koma svona tímabil þar sem kannski fólk verðstatt og þá koma þau örar, þurfa meiri þjónustu og svo kannski fer fólk og fer í meðferð og kemur ekkert í eitthvað tíma. En það svolítið svona allavega að því að þetta þetta bara alls konar fólki, alls konar aðstæðum, þó þau eigi það sameiginlegt að nota vímuefni. Einhver kynskipting, þeir eru fleiri kallar eða fleiri konur? Sem koma til okkar á spítalan, það eiginlega áhugavert. Ég hef ekki skoðað það svo mikið. Að því að eins og í frú Ragnheiði þá verður það verið og bara í gegnum árin, þá verður það cirka 3/3 sem eru konur. Já, þannig að það eru fleiri kallar sem að... Það eru fleiri kallar en það eru svo sem ýmsar ástæður fyrir því líka. Konurnar eru faldari hópur, þær eru, hvað maður segja, þær eru búa oftar svona inn á einhverjum, eru kannski ekki heimilislausar, skilur á sama hátt. Nei, einmitt. Og svo fylgir því oft meiri skömm fyrir konur. Já. Einhvern veginn, því miður. Kannski þá... vel út af börnum eða eitthvað svo les. Já, og það náttúrulega, hvað maður segja, þær dæma sér harðast sjálfar. Og það svona sem maður finnur líka oft á, eins og fyrir jólin og svona koma erfiði tímar, og það alltaf þetta, það ekki krónu en þær vilja, það verða þetta gjöfum fyrir börnin. Já, skilur þetta, þannig það svo margt svona því að, þú veist, það bara ótrúlega erfitt og reynist þeim erfitt. Já. Það liðlega. Já. En það í bara svona í þessum geira í rauninni, þannig að þessi skaðaminkuna geira, það neyslurýmið sem þú tókst nú þátt í að opna það þarna fyrir einhverjum árum. Fyrir bara fyrir stuttu ári. Fyrir ári. Það bara svo stutt þetta var bara eins og tilraunarverkefni. Og það var í rauninni gamli frú Ragnheiðar bíllinn. Núna verið að loka því neyslurými en ekki komið neitt annað í staðin eða hvað? Nei, því að þetta var, hvað maður segja, þetta var tilraunaverkefni til 1 árs í þessum bíl og þetta náttúrulega, hvað maður segja, þetta bara 1 bíl og það ofsalega erfitt, þetta svolítið þungar aðstæður og þetta náttúrulega svolítið þungum málaflokkur og að vera allan daginn inn í einhverjum litlum bíl, það ekki létt og ég hef alveg pröfað það. Þannig að hugmyndin var alltaf að þetta færi yfir í varanlegt húsnæði. Því miður hefur ekki fundist húsnæði ennþá en ég veit að það mikill velvilji bara hjá öllum, borginni, Rauða krossinum, ráðuneytinu til að opna þetta og mér sé Hjálpræðishernum, hann hefur nú verið að tjá sig, hann Yngvi líka þetta, þannig að ég á ekki vonu öðru en að það verði opnað í varanlegu húsnæði en hvenar nákvæmlega veit ég ekki. Nei, en það alveg svona líka samtal heyri ég alveg á milli til dæmis borgarinnar allavega og eða hvað? Já, það það og ykkar og Rauðakrossins og það allir í einhvern veginn í einhverju svona einhverju samtali og það náttúrulega það sem bara svo mikilvægt í þessum geira að þú veist, mun alltaf eftir því að við erum ekki samkeppni og að reyna að dekka kannski þau þjónustugöp sem eru til staðar að því það svo, hvað maður segja, dapurlegt þegar þú veist, fólk að gera sömu hlutina svona hver í sínu hotni og það svolítið sem við höfum séð eins og með þessu samstarfi okkar með frú Ragnheiði, hvað það hægt að nýta kraftana mikið betur þegar maður með ólíka styrkleika og kemur saman og það þetta okkar vona að þegar neyslurýmið komið í varanlegt húsnæði að þá getum við tengt heilbrigðisþjónustuna þar inn líka, fyrir þá einstaklingar sem þangað að koma og ég hef ekki vona öðru heldur en að það gangi bara En hafið þið eru þið eitthvað í því að svona senda fólk áfram innan bara spítalans, þú veist, inn á aðra deildir eða er þið einhverju samtali við Já. Geðdeildina eins og þessi geðdeildin starfar svolítið öðruvísi og við erum í raun og veru ekki miklu samstarfi við þau, nei, alls ekki en innan
sem sagt, þess hluta sem tilheyrir ekki geðsviðinu, að þá hefur samvinnan almennt gengið mjög vel. Bráðamóttakan veit ég í mikilli vinnu bara við það að bæta þjónustu við þennan hóp og það hefur gengið ótrúlega vel að mestu leyti. Við erum í samstarfi við einstaklinga eins og kvennadeildinni. Þar hefur verið tekið mjög vel í það að þessar konur fái svona skjóta meðferð því oft mikilvægt að grípa inn í þegar þær eru tilbúnar og hvort sem það er vegna einhverja sjúkdóma eða þörf á þungunarrofi eða getnaðarvörnum eða hvað það er Þannig ég held svona almennt innan spítalans þá er mikill velvilji til að gera vel. Oft er það bara þannig að fólk hefur ekki tíma, fólk er óöruggt, það veit ekki hvað það á að gera eða hvernig það á að bregðast við. Og það er svolítið það sem við erum kannski líka að reyna að vinna að núna, að koma á svona skýrara verklagi og varðandi því vitið hvað má ekki og þetta eða hvernig ger ég þetta eða hitt því það er svolítið það sem maður heyrir kannski sérstaklega yngra fólk vera að kalla eftir Hvernig, nú ég er aðeins að velta fyrir mig líka varandi bara þennan málaflokk, nú heyrir maður einhvern veginn, maður búin að heyri vetur alveg rosalega mikið af erfiðum sögum í gegnum bara kuldan og annað og að því að þú ert nú búin að vera þá alltaf tengd vettvangi líka. Já. Finnst þér ástandið vera batnandi eða finnst þér þetta vera svona óviðunandi? Men veturinn er bara búin að vera ótrúlega þungur. Veturinn, já. Ótrúlega þungur og ég meina, þú veist bara að horfa á fólk einhvern veginn úti á hækjum í snjóstormi, skilur að því að það hefur ekki aðgangan einu húsnæði við daginn, það er bara ótrúlega dapurlegt. Svo það sé sér sjálft og varandi kallmennina þá er náttúrulega þau hafa ekki dagsettur eins og konurnar þannig að þeim hefur svolítið verið beint á bókasafnið þannig að ég set svona spurningamerki við því þetta er stór hópur ég meina þetta er mjög stór hópur og einhvers þar verða allir að vera algjörlega kaffistofa Samhjálpar er opin vissulega alla daga núna en það hefur verið vaxandi ásókn í þau eða hvað maður segja þeirra þjónustu og það er alltaf tróð út úr dyrum alltaf og það er ekki bara þessi hópur það eru ofsalega mikið bara innflytjendur og flóttamenn og þetta er náttúrulega bara einhver samtök sem er að fjármagna sig í gegnum einhver framlög vantarlega það ekki? Jú, þetta er bara þyrfti bara hérna í kringum spænskuvegina og í upphafi síðustu aldar þá var held ég stofna svona eldús fyrir fátækt fólk minni mig þú veist í Reykjavík á vegum Reykjavík borgar þannig að Reykjavík hefur alveg komið að ymsu málum í gegnum tíðina en það sem er kannski sem maður velti fyrir sig hvort það ætti að vera eitthvað svona meira og þetta er það er náttúrulega bara athyglisvert að þetta er allt frjáls félagsamtök sem er að veita þjónustuna í fyrsta lagi í öðru lagi að það er engin sveitafélög sem taka þátt önnur en Reykjavík hvernig sveitafélögin í kring geta bara fría sig það er mér hulin ráðgáta því að svo hefur maður verið að lendi í því líka þegar maður er aðstoð einstaklingar sem eru með búsetu þar eða hafa verið með búsetu þar en eru heimilislausir að það er oft á tíðum bara vonlaust að ná í félagsráðgjafa það er vonlaust að fá húsnæði þú veist, þetta er svo galin aðstaða og þá komuðu til Reykjavíkur og sækja þjónustu þú veist, vantar ekki bara einhver svona almennilega laga umgjörð í kringum þetta? Jú, algjörlega og bara heilstæða stefnu og fjárlög það vantar auðvitað alltaf peninga þetta er svona kannski hefur ekki verið mjög vinsæll málaflokkur að því þetta er oft krefjandi þetta er náttúrulega einstaklingar með mjög miklar og flóknar þarfir en það verður auðvitað allir að taka þátt og verða allir að leggjast á eitt Við vorum að fjallum aðeins í Rauðaborðinu daginn brunan í Vatnagörðum þetta er svolítið svona mér fannst þetta svolítið tvíbent allt því þarna segir eigandinn sem er gagnrýndur mjög mikið að ég meina það vill enginn sinna þessu ég er búin að reyna að fá Reykjavíkurborg til að koma með vaktirinn og eitthvað svona
eða fjármagn og það, en það er lengir sinni sem hóp, þannig að maður svona velti fyrir sér. Nei, en það sem er náttúrulega líka kannski athugavert við það þú veist, af hverju það sko hver sem geti opnað áfangaheimili, af því þau eru náttúrulega undanþegin svona ýmsum reglum sko. Hverjum eftirlitsreglum. Já. Og varðandi húsaleigubætur og annað sko, þá það ekki bundið við sveitafélag og sem við sáum mikið þegar þetta var í Betra lífæri Kópavogi. Já. Fólk að borga mjög mikið fyrir hvert herbyggi með við enga þjónustu ekkert eftirlit og þegar við vitum öll að þetta er náttúrulega fárveikt fólk sem að nota þessi efni og hvað maður segja, þannig að ég set bara stórt spurningamerki við að það sé alltaf hægt að fara í nýtt og nýtt húsnæði. En maður fær svolítið á tilfinninguna að En svo eru samt svo margir sem byggu þarna, sko, að maður velti fyrir sér samt líka, ég meina, það vantar greinilega, alveg sárvantar, alveg hellinga úrræðum, eða úrræðum fyrir alveg hellinga fólki. Vantar húsnæði. Já. Jú, og þetta er kannski líka, og líka eins og maður sá í sko, í kompásþættinum, að þannig fólk líka sem á mjög erfitt með að hugsa sér sjálft, sem kannski fær inn í einhverjum úrræðum, en það er engin að aðstoða við að búa, við að þrífa eða það hafnar aðstóðinni eða eitthvað svoleiðis, þannig að þetta er mjög vandasamt greinilega. Já, og það er mjög algengt að maður heyri þetta að svo fær þetta fólk húsnæði og þau klúðraði alltaf. En þá þarf maður svolítið að hafa í huga að þú veist þetta er náttúrulega bara veikt fólk. Þetta er veikt fólk og það er ekkert allir sem kunna reka heimili. Nei, það er ekki allir sem hafa lært það. Og ég veit að það stendur til hjá borginni núna, held ég, að fara í sko uppbyggingu á svona þrepaskiptu, hvað maður segja, húsnæðisúrræðum sko, sem ég held að sé mjög til bóta, en þá er það aftur bara borgin og hvað með alla hina, því það er bara fullt af fólki sem er falið þarna úti, út allt, sem býr í bara alls konar ekki góðu húsnæði og enginn er að pæli því miður sko. En það þyrfti, maður veltir fyrir sig líka með hvort það þurfi ekki einhverju svona með heildstæðastefnu og betri lagasetningu og lagaramma í kringum þetta. Þannig að það sé þá líka einmitt sko leið og það er ábyrgð og ekki hver sem geti kannski opnað einhver svona úrræði, en þá líka þurfi sveitafélögin að bera ábyrgð. Þau get ekki fría sig sko heldur. Nei. Sem er svolítið svona það sem maður sér eins og þarna með vatnagarða sko, það vil enginn bera ábyrgð, sem er mjög klassískt. En ég veit ekki. Þetta er mjög flókið, virðist vera flókið mál sko. Þetta er mjög flókið og en það sem gerir það kannski enn flóknara er einmitt skorturinn á þessari heildstæðu stefnu og einhver svona lög og reglur. En svo líka einhvern veginn einmitt, mér finnst líka alltaf svolítið tilhneiging til þess að sko eins og bara ef við tökum Reykjavíkurborg sem dæmi, að setja fólk eða þennan hóp einhvert svona til hliðar, þú veist, eins og í einhver gámahísi eða eitthvað. Já, ég held sko að það sé sko, ég veit ekki með það, en það sem við sjáum alltaf er þetta ekki í mínum bakgarði sko. Það veit enginn það er það sem ég er að velta fyrir að þetta sé nálagt sko, þú veist, frábært allir fá smáhúsi, bara ekki nálagt mér. Já, nákvæmlega. Þannig að ég held að meiri hluti allra búsættu úrræða sé svona cirka frá Klambratúni og út á Granda. Og svo, ég veit ekki, það er kannski eitthvað smá annar staðar, en þú veist, það er bara eitthvað smotteri og það var til síðast ég vissi fullt af smáhúsum, en það var ekki hægt að koma neðstæða fyrir. Nei, af því að vildi enginn hafa þau. Það vildi enginn hafa þau. Og þau hverfi. Já, og þegar þau voru sett þarna upphaflega í Gufunesið sko, að þá var ekki einu svona lýsing. En ég meina, er ekki til, ég meina nú til alveg svona íbúðir í húsum með sér inngangi og skilur í einhverjum svona fjölbýlum. Það er alveg, maður hugsa með sér sko, það er alveg verið hægt að hýsa einn og einn fíkil í sko einhverjum fjölbýlishúsum. Já, og það er alveg gert. Það eru sko fólk með á þess að fólk skilur, á þess að fólk sé endilega spurt skilur, það var ekki það. Já, og það eru þessar housing first íbúðir. Það eru alveg á nokkrum stöðum í borginni og sumstaðar er það sko
meiri hlutin housing first íbúður, annars þar það bara 1 og 1, það svona allavega, en þeir einstaklingar sem búa þar, þeir fá, ég held að sé alveg undantekningarlaust að þeir fái þjónustu eða stuðning frá sko vettvags- og ráðgjafateyminu. Þannig að þeir fá aðstoð við að hérna halda svona utanumhald og bara aðtefnir daglegs lífs, ef svo má segja, bara þú veist það sem við þurfa. Þegar því fólk þarf mjög mikla aðstoð. Annað sem að maður sér mjög greinilega, það síðan búsetuúrræðin sem að hafa verið flutt yfir í föllunarflokk. Já, þar allt í einu komið fullt af peningum og þar allt í einu komið fullt af starfsfólki. Versus þar sem að bara sko eitthvað búseta og ekki, þau eru ekki föllunarmegin, ef maður getur sagt svo, að þá eru peningarnir bara mjög skortnum skammti. Ertu þá að tala MPA eða ertu að tala bara þjónustuheim? Nei, bara það þetta sko, hvað maður segja, þetta svo Hringbraut 79 sem hérna, þar eru bara einstaklingsíbúðir, en þar fólk á vakt allan sólarhringinn, nokkrir einstaklingar. Sem bara mjög mikil og góð og þörf þjónusta og við þyrftum náttúrulega að fá miklu meira af því sko. Þar sem fólk getur verið í sjálfstæðri búsetu en fengið þann stuðning sem það þarf. Akkurat. En það náttúrulega kostar. Já. Það heila málið. Já, og þetta kannski eitthvað sem að líka bara þá ríkið þyrfti líka að hafa meiri aðkomu að því að setja fjármagn. Algjörlega. Því ég held að þetta alltaf sparnað þegar upp í staðið. Já, einmitt. Náttúrulega peningalega en líka bara þú veist varðandi mannréttindi og bara hérna svona hvað maður segja að fólk geti haldið reist og lifa með reist, veri ekki alltaf upp á aðra komin. Já, einmitt. Og líka þá kannski, og það kemur inn og kannski líka þessa hérna skaðaminkunar þetta skaðaminkunar viðhorf sko, að það kannski líka, þetta eru náttúrulega bara, og við mögum ekki gleyma því að þetta bara hérna fólk sem að glíma við veikindi. Algjörlega. Algjörlega og það kannski líka sko það sem við sjáum, það hérna hefur alltaf verið svolítið svona rörsýni, hefur mér þótt verðandi þetta, allir er að verða edrú og en það eru þetta ekki allir sem bara ekki tilbúnir eða geta ekki eða vilja ekki. Stundum lífið bara of sársaukafullt. Nákvæmlega. Og það ekkert endilega okkar að hafa skoðun á því. Nei, nákvæmlega. En hins vegar það þannig að það afskaplega takmörku sko meðferðarúrræði í boði fyrir fólk. Og að því hún myndist á kompostáttin áðan þegar eins og hún talar mikið um þar hún vilji komast í lyfjaskömmtun. Það ekki að hlaupið að því en það alltaf talað sko þessi svo gott aðgengi að frákvarsmeðferð á Vogi, Súbókssonið. En svo það bara þannig að ég sinni mörgum sem að hafa reyntað og bara það hendar þeim ekki að þau vilja það ekki en þá aldrei neitt annað í boði. Og það það sem ég svona og til dæmis bara sem heilbrigðisstarfsmaður set spurningamerki við, þú ert búin að fara kannski 30 sinnum í meðferð og það gengur ekki. Ég meina þú hlýtur að íhuga að prófa eitthvað annað. Einhverja aðra tegunda meðferð en það ekki í boði. Og þetta aftur bara frjáls félagasamtök sem eru að veita þessa þjónustu sko. Þannig ég held að það sé klárlega eitthvað sem að vanti hér inn, það bara fjölbreyti leiki í meðferðarúrræðum. Það kom fram líka í þessum þætti að það eru einhverju læknar núna sem bara hafa mist leyfi tímabundið allavega af því þeir eru bara þrjóskast við að hafa upp á borðum að þeir skrifi út morfín og annað fyrir fólk og finnst í rauninni þetta bara frálegt að halda fólki í vanlíðan. Já. Sko, mér ekki kunnugt lækna sem hafa mist leyfið, en hann vissulega birti grein, hann Árni Tómas fyrir ekki svo löngu, þar sem hann talar að hann skrifi út til veikra einstaklinga. Ég held að læknar almennt eigi mjög erfitt með það, því það svona, hvað maður segja, þeirra gildismat ekki þannig eða hvað maður segja en ég held að það náttúrulega bara ein af stóru áskorunum við það að sinna skaðaminnkun. Þú ert ekki að taka skaðan í burtu. Fólk stundar skaðlega hegðun. Það sem við erum að gera að reyna að draga úr skaðanum. Og þá kannski draga úr glæpum og annað með því að skrifa út lyfin. Ef við hugsum sko hvernig fólk fjármagnar neysluna og flestar konur, ég meina við vitum það alveg.
og ég held kannski að fólk hefði bara gott af því að vera aðeins opnar og vinna sko nánar hlusta á einstaklingar sem eru í þessari stöðu því það kemur svo alltaf þetta fram og ekki síst á læknunum og kom hann í kjölfar greinarinnar hans Árna Tómasar en bara akkur fæði ekki á Vog svo gott að það gengja frákvæmst með fyrir á Vogi þetta svona sama rullan og ég seti með skjólstæðingi hjá lækni sem segir þú fer bara upp á Vog og fer þessa frákvæmst með og ég sé nei, ég held að það sé ekki hægt jú, vinna mín, það alveg hægt skilur, ég veit betur og það hugsa ég bara, hvað með góður og svo, hvernig líður þá skjólstæðingunum þeir vita þetta alveg en það svona, og þá kemur aftur þetta valda svo bara líka svona miljón flækjustig kannski í að því að þetta allt fólk með allavega skilur og sumir með margþættan vanda og allt að bara það að lappina Vog fyrir einhvern sko óháð hvaða meðferðir í boðu þar getur verið bara ómögulegt af því að þú þarfst að vera með einhverjum í herbyggi og það ekki hægt, skilur þú veist, það getur verið allavega flækjustig og þetta náttúrulega bara pínulítið land síðan það þannig að þeir einstaklingar til dæmis sem eru í meðadón meðferð á Vogi, þau þurfa að fara þangað daglega sækja lyfin ég veit ekki hvort að 5 eða 10 mínútna lapp sko næstu stoppustuð frá Vogi veðrið galið það kostar að fara í strætó skilurðu, þetta eru svo margir þröskuldar þetta hvað maður segja það vantar fleiri úrræði það vantar fleiri meðferðarmöguleika og þeir þurfa að vera sko, það þarf að vera veitt í nærum hverfi einstaklinga það ekki alltaf verið að hægt að sko ætlast til þess að þessir einstaklingar komið til okkar því að þau bara geta það ekki það bara svo leiðis þannig að það víða pátti brotin jú, vissulega en margt kannski gott í gangi líka það fullt gott í gangi, það ótrúlega mikið öflugum einstaklingum sem að hvað maður segja, í þessu svona miklir eldhugar á víð og dreif það aukin vitundavakning heilbrigðisráðuneytið hefur verið að setja peninga í alls konar, núna það komni peningar til borgarinnar til að reyna að veita heimahjúkrun sem þessir einstaklingar hafa ekki fengið það því að þeir eru heimilislausir það fær ekki heimahjúkrun en svo margt sem þú færð ekki við það get ekki gefið upp lögheimilin einstæðar já, þannig ég held og við fóðum þarna, það fær að dreifa naloxoninu og heilbrigðisráðuneytið tók það yfir þau greiða fyrir það þannig að ég held sko, það fullt í gangi en þetta tekur auðvitað tíma en ég hef svona trú á því að Er fíkni vandamálið að aukast á Íslandi? Ég veit það ekki. Man heyrir oft sko svakalega biðlistan á milli á Vog til dæmis og svo kom það fram í held í einhverjum að þessum þætti eða einhverju grein sem ég las að það væri tilfinning, hvort það var fórstöðukonin í konukoti sem hafði þá tilfinningu að hópurum væri að stækka þar allavega jú það eru fleiri sem eru að leita í skýlin það kannski táknar ekki endilega að fíkni vandamáli sé stærra sko ég veit það ekki en ég meina töluna sín okkur auðvitað að það eru miklu fleiri sem eru til dæmis farnir að nota morfínskil lyf eða ópíóíða það vitum við ég held að sé yngra fólk sem farið að nota það meira, það mín tilfinning og það það sem ég heyri því að þau bara reynilega átta sig ekki á því hvað þau eru að nota eins og oxy skilur þau þannig að þvíletinu en alvarlegu fíknivandi ég veit það ekki því þetta náttúrulega svo margþætt og það margt sem spilar inn í en þetta stór hópur og ég meina það hefur verið hvað maður segja, línuleg aukning í fjölda einstaklingar sem leita til dæmis til frú Ragnheiðar á hverju ári frá upphafi það 600 einstaklingar sem koma þangað ári hátt í 5.000 heimsóknir þetta gríðalegu fjöldi og þetta bara hluti af þeim sem að nota þannig það ekki spurning kannski ekki alveg en samt svona að því svo ef maður hefur í huga sko, ég meina þú veist þetta fólk sem hefur miklu heilbrigðisstarfir þetta oflega banvænt sjúkdómur okkur ef ekki að setja meiri pening í þetta og þetta ekki bara einstaklingur sem deyr skilur, hver skipti sem einstaklingur deyri það yfirleitt á nokkuð börn sem missa foreldri það fólk sem missi barn, missi sískinni skiluru og það kannski eitt sem langar svolítið að taka fram líka því það alltaf
svona, maður heyrir þetta með skaðamingun, þetta ekki hjálpa bara fólki að sprauta sig og eitthvað svona, að skaðamingun snýr náttúrulega líka það, þú veist, að byggja upp traust og grípa fólk þegar það er tilbúið. Já. Og það eru líka einstaklingar sem hafa komið mikið í Frú Ragnheiði sem að hafa síðan á einhverjum tímapunkti vilja að fara í meðferð og þú séu búin að fara í 100 skilur og mistekist að þá er fólk það núti sem er ekki að nota í dag. Já. Heldur að sinna börnunum sínum og hérna fjölskyldunni. Já, góðar sögurinn á milli. Já, og oft er það líka af því að Frú Ragnheiður hjálpaði þeim að komast þegar þau voru til, skilur þau. Þannig að þú veist, þetta er margþætt. Heyrðu, ég bara þakka kærlega fyrir Kristín að koma og ræða þessi málans við okkur. Já, takk fyrir að fá mig. Og gangi ykkur vel. Takk. Og ég vona að það opni eitthvað nýtt neyslurými sem fyrst. Já, ég hef enga trú á öðru. Nei. Ég held að. Já, þannig að við þakkum fyrir okkur í bili. Já, takk.